Spendýr eru dýr sem eru með hár, að minnstakosti einhvern tímann á ævinni eða einhver staðar á líkamannum. Hvalir til dæmis eru mestu hárlausir en sumir hverjir með eitthvað að hárum þegar þeir eru ungar, og næra afkvæmi sín á mjólk. Skiptast í hópana nefdýr, pokadýr og fylgjudýr. Nefdýrin eru mjög sérstakur hópur dýra, í raun bara tvær tegundir, eða það er til 2-3 tegundir af mjónef og held ég bara ein af breiðnef. En þetta eru dýr sem ekki með spena, næra samt afkvæmi sín á mjólk, gera það þannig að mjólkin fer út mjólkurkirtla hérna á bringu kvendýranna, svolítið eins og sviti, og ungarnir sjúga bara hárin til þess að ná í mjólkina. Eru með gogg sem líkar í fuglskogg og mjúkur, ekki með tennur til dæmis, heldur bara svona hornplötur, éta aðalega hryggleysingja, smádýr, og þeir verpa eggjum, einu spendýrin sem gera það. En breiðnefur og mjónefur lifa eingöngu í Ástralíu. Pokadýr til dæmis kengúrur og kóala eru til miklu fleiri tegundir af pokadýrum, pokasnjáldur, pokaúlfar, alls konar pokarefir, Tasmaníuskotli til dæmis pokadýr, vambi og kengúruhóparnir eru nokkrir meira að segja líka, kengúrur, vallafígur og svo framvegis. En pokadýr eru ekki með leg eins og við erum ekki pokadýr, því að við erum það sem kallað fylgjudýr. Og í legi kvendýra sem eru fylgjudýr, þá verður til fylgja og naflastrengur sem nærir fóstrið í móðurkviði. Pokadýr ekki með svoleiðis. Þannig að unginn verður að fæðast frekar lítill og óþroskaður. Kengúrur fæða unga sem svona stór. Hann skríður svo hérna upp í pokan, þar eru spenar sem hann sígur og bara í pokanum þangað til hann er nógu stór til að koma út aftur. Þannig að seinni hluti meðgöngunar fer fram, ef við getum orðað þannig, þó sé kannski ekki bein meðganga, fer fram í pokanum. Og það misjafnt hvað þau eru lengi í pokanum, eftir hvað þau eru stór, og hjá sumum snýr pokinn aftur eins og á vamba og svo framvegis. Þau lifa í Ástralíu og Suður-Ameríku, og ástæðan fyrir því að þau lifa í þessum 2 heimsálfum en ekki öðrum að þessar heimsálfur voru einu sinni tengdar í gegnum Suðurskautslandið og þar komu fram þessi pokadýr á meðan að fylgjudýrin komu fram í hinum heimsálfum sem voru tengdar reyndar líka. Flest spendýr sem við þekkjum eru fylgjudýr, eins og til dæmis við mennirnir, en líka öll svona þessi almennu spendýr, hundar, kettir, kýr, fílar, gírafar og svo framvegis. Þetta er allt fylgjudýr, stundum kölluð legkökuspendýr líka. En þau fá næringu í móðurkviði, eins og ég sagði, þannig gegnum fylgju og naflastreng, þannig að móðurinn bara borðar fyrir afkvæmið og meðan það í móðurkviði, sem gerir miklu lengri meðgöngu mögulega. Fílar og hvalir ganga með í meira en ár. Mjög misjafnt hvað þau eru þroskuð við fæðingu, en sum eru mjög þroskuð, eins og til dæmis, þetta gnýr hérna. Flestir grasbítar, þegar þeir fæðast, að þá geta þær farið að labba bara á fyrsta degi, nokkra klukkutíma gömul, og það er mjög mikilvægt, því að ef þau geta ekki labbað, því að hjörðin bara fer, þá eru þau eftir. Það gengur ekki. Á meðan að önnur, eins og til dæmis við, erum algjörlega ósjálfbjarga þegar við fæðumst, líka hvolpar og kettlingar. En það er pínu vegna þess eins og hjá okkur, við erum svona ósjálfbjarga og lengi að þroskast út af heilan. Það tekur heilan mjög langan tíma að þroskast. Fylgjudýrin skiptast í meðal annars þessa hópa, þeir eru fleiri. Prímata og fremdardýr, það eru aparnir. Við erum fremdardýr af því að við erum apar. Rándýrin sem eru hundar, kettir, birnir, selir, sem dæmi. Nagdýrin sem eru mýs og rottur, líka flóðsvín eins og þið sjáu hér. Og fleiri dýr. Klaufdýr og hófdýr sem eru allir meira og minna allt grasbítar, hvali og svo leðurblökur. Það kemur sumum óvart að stæðstu hópurinn hérna, þar að segja með flestum tegundum, það eru leðurblökunar. Það er til næstu í 1000 tegundir af leðurblökum. Á Íslandi var lítið spendýr fyrir en að bara menn komu, þar að segja á landi, við erum alltaf með seli og hvali í sjónum, en refurinn er eina landspendýrið sem komst hingað án manna, og svo einstaka ísbirnir svo sem líka. En refurinn kom hingað með ís frá Grænlandi, sennilega. Við vitum ekkert almennilega hvenær.
Menn, landnámsmennirnir tóku með sér mýs, við erum með hagamús og húsamús sem lifa á Íslandi, það er ekkert víst þeir hafi gert það viljandi. Brúnrotta kom svo með skipum fljótlega líka, svartrotta hefur komið hérna upp annars slægið en hefur ekki náð fótfestu hérna. Hreindýr voru flutt hérna inn á 18. öld, dreiftu landið en dóu öll nema bara hópur fyrir austan, en þau lifðu og lifa þar enn. Minkurinn var fluttur inn, þessi hérna, var fluttur inn árið 1931 og er búinn að dreifa sér mestallt land í dag fyrir utan hálendið. Kanínum hefur verið sleppt víða, sérstaklega í kringum þéttbýli. Þeir eru svona verða nógu margar til þess við getum að kalla þær villtar, en þeir eru svona mörkum þess að vera villtar. Og svo koma ísbirnir annað slagið og leðurblökur, þó það sé nú sjaldgæfar, koma stundum í heimsókn en teljast nú tæplega, séu leðurblökur hérna, sem íslensk dýr.